Komið sæl og velkomin í þáttinn okkar nágrannar á norðurslóðum sem við gerum í samstarfi við grænlenska sjónvarpið KNR. Í þætti dagsins gætir ýmissa grasa. Við förum í bátsferð Breiðafjörð með Kristjáni Lar sem siglir þar bæði með ferðamenn en ekki síður til að njóta sjálfur náttúrunnar. Fuglalíf og fegurð eyjanna lætur engan ósnortinn. Þá kynnum við okkur eldgamalt handverk sem kallast knipl og kom til landsins frá Ítalíu í byrjun 13. aldar. Við hittum grænlenskan fjárbónda sem alltaf hefur dreymt að virkja ána til að fá rafmagn og nú loks hefur sá draumur ræst og lífið tekið stakkaskiptum fyrir hann og fjölskylduna. Loks fáum við að líta inn í Seasag Technic, eitt stærsta skipasmíðafyrirtæki á Grænlandi sem stofnað var árið 1947 og hefur sérhæft sig í smíði trébáta í áratugi. Við kynnumst því hvernig sú iðngrein hefur þróast í gegnum árin. Knipl gamalt handverk sem á rætur að rekja til 12. aldar og kemur frá Ítalíu. Knipl varð tískuvara á dögum Kristjáns IV Danakonungs og prýddi þá gjarnan konungleg klæði. Í dag vita kannski færri hvað knipl en á dögunum stóðu kniplkonur fyrir kynningu á þessu fallega handverki. Við litum við og fengum að kynnast kniplinu betur. Þetta knipl og þetta er mjög gamalt handverk sem var til á Ítalíu 1200 og síðan fluttist þetta yfir Alpana og norður til Evrópu og til Norðurlandana og sem sagt áfram hingað til Íslands. Og þetta hefur verið notað mjög mikið sem fattaskraut og blúndur og vasaklúta og rúmföt og allt mögulegt. Og þetta var kennt hérna í húsmæðraskólanum gömlu til dæmis á Ytri það sem var fyrsti húsmæðraskólinn á Íslandi og þetta mun hafa verið kennt í húsmæðraskólanum fram undir aldamótin 1900 eða kannski lengur. Þetta óbúslega fíngert handverk. Þetta ólíkt því sem maður sér svo oft í Heklu og Prjón og svona. Já, þetta náttúrulega mjög fínt handverk. Þetta var konunglegt í Kanada, svolítið. Þetta og til mig við vitum það ef við fylgjum svolítið með og lesum fréttir af kóngafólki og svona þá til dæmis sama knipli búið að ganga í arf í eina 4 ættliði frá sænsku konungsfjölskyldunni til dönsku. En þetta hefur svona gegnum tíðin ekki verið fyrir hvert sem Nei, það voru alltaf fínar konur sem kunnu að gera svona í gamla daga. Og eins og segi, þetta var kennt á húsmæðraskólanum og þessi blúnda náttúrulega þetta mest þekkt hjá okkur sem vírblúnda aftan á íslensku búningana og svo sem ullarblúnda neðst á gömlu faldbúningana. Í kniplið þarf trépinna og eru 2 pinnar kallaðir par. Einnig þarf fína títuprjóna, stál, munstur og kniplpúða. En eru margir sem knipla á Íslandi í dag? Það ekki mjög margir, það eru 20 ár síðan ég lærði og það var það ekki mjög margir sem kunnu þetta. En við héldum námskeið með danskri konu 2004 og þá lærðu held ég, við vorum 12 á því námskeiði, það var tvískipt. En það bara ekki skilað sér í praxís, ég meina, fólk hefur ekki haldið áfram. Og svo náttúrulega kennt fyrir sunnan og við erum búin að stofna landssamband kniplara. Það gerðum við, var ekki 2009? Jú. Já. Og 2009. Þá stofnuðum við landssamband kniplara, en það bara íslenskt grasrótarstarfsemi. Það engin félagaskjölda bara við eigum síðu á Facebook. Og ef það einhverjir sem heyra til mín, sem ungir kniplarar, þá náttúrulega geta farið inn á þessa síðu og skoða hvað þar. Ég hef verið safnað ángað því sem ég hef komist yfir frá Spáni og víðar svona myndböndum. Þetta sem, ég rekna sérstaklega augun í það sem þú ert með hérna, þetta lítur út fyrir að vera töluverð vinna hjá þér. Já, þetta ekki margir pinnar sem á þessu og ef maður gerir enga villu þá getur maður verið snöggur. En þetta bara gaman að þessu, þetta róandi og mjög góð handavinna. Hvað það við þetta handverk sem heillar?
Ég veit það eiginlega ekki. Sé ekki gamli tíminn eða eitthvað, þetta er svo opbóðslega fínt og fallegt. Og eiginlega synd að það skuli ekki vera að nota meira. Já, þessi þekking eða þessi kunnátta, fer þeim fækkandi sem kunna þetta? Sko, það var í mjög mikli lagð en ég held að núna síðustu ár sé þetta aðeins að aukast. Ég er nú mjög leiði verið að skuli ekki verið í einhvern skóla. Mér hefur alltaf langað til að koma sinni inn í verkmyndaskólan og sko ég hef nú fylgst með að þetta er sko mjög mikil vakning alls staðar held ég úti. Þetta var næstu til mig dáið í Svíþjóð fyrir einhverjum áratugum en þá var ein kona sem kom til lífs og þetta þegar stjelaði þetta til mér í Noregi þegar ég var þar og svo gerði ég ekkert í mörg ára því að ég kom hingað heim og hafði engan félagsskap og svo allt í einu auglýsti kona í dagskráni og spurði hvort það einhverju sem var tilbúinir að koma að knipla og þannig komst ég á stað aftur. Það var ekki hægt síðan? Nei, og mér finnst þetta alveg óskaplega spennandi. Mér finnst þetta, ég er alveg sjúk í að horfa á allt sem heitir knipl. En þetta krefst vantarlega töluverðar þolinmæði? Já, þetta krefst þolinmæði en þetta er líka annað. Þetta er sko, það er ekki bara þolinmæði, heldur heilaleikumi. Þannig að þetta þjálfar þessar gráu og þetta er bara mjög gott. En sko, mig langar alltaf til þess að ungt fólk læri þetta og þeim finnst kannski ekki of tímafrekt eða eitthvað. En ég veit það eru sko yngri konur sem hafa lært þetta og ég vona bara að þær taki upp hanskan og haldi áfram. Hvernig kom það til að þú fékkst áhuga á knipli? Já, ég fór að læra að sauma þjóðbúninga og fer að sauma á mig faldbúning og síðan uppluti á stelpurnar mínar og ég vildi læra sem flestar aðferðir við að skreyta þjóðbúningin og þar á meðal var knipl og fyrst ég sá þetta fjallis mér aldrei hendur af því þetta lítur út að vera töluvert flókið með alla þessa pinna og þessa títuprjóna en þarna ég fer sem sé á námskeið hjá þarna henni Ingu sem er með okkur í handræðanum og þarna komst að því þetta er alls ekki svo flókið en það er náttúrulega bara með flest handverka að áður en maður byrjar þetta lítur út að vera flókið síðan er þetta þegar maður fann að skilja þetta ósköp einfalt en ég kniplaði sem sé legginga aftan á upplutinn minn og er að fara að byrja núna á belti sem verður við faldbúningin síðan setna meir þá er ég að hugsa að knipla kraga þannig að þetta er svona heilmikið verkefni sem að ég á fyrir höndum. Jos aina kuujaakanen itsinarpaa hiani. Tasi una samuangaatia killilluuangaani itsinaatamam assigi. Taqata itsaarlin samu. Taseq una engata tasia alleq savaatiqarfik qinguani engup nukinganik sarfaliortumik pilersuisuugoq engup nukinganik nukissiutiqarnissaq ukuyorpassuarnik kissaataasimawoq savaatiqarfik qingua tikillugu nipaappoq uumasulli tamani tusarsaaput takussaalutillu kiamon histiitaa tupaanallu napaartu Jaapi, tässä on painossa. Napaatit tuossa soppaa. Qingua qassiarsuup qinguaniippoq 12 kilometerinit ungasissusilimmiilluni illut marluk tassaniipput Taamat ikiinavillu nalinagul uuriam ativinavian qanmisigina tus nuannertaqa safam ikimaanayukkam ulluar Savaatiqarf manna qingua ukiornit 1945 Hans Jakob Frederiksen aama Ulina Frederiksen-nimit pilersinneqarpo tas atat aingikkallaamittat angerusuttarnikua tassangaani aallertillu kia tamanik aarnaram
нигаастуатсерниарма сикаернаарнааникуу таупивиусунгорм ангеэккаат эккаангитсоорсиманавиангили усам ултаан эққаамақарпу кеққаама анаан игасимассагалуоқ сиатсилла Christian Frederiksen nipmeeqqani tupaarnarnapaartorlu illoqatigaai Christiallu angajua suurut illup aapaani najuaqarpoq tus illumar kiassarliil safaqartippa tawa sayunaa kulliqartittor taugisiaun sarfama atigineriaangatta ima aternerisaratsigi tau tat apparaang imam sipaalertarpu ungartaam qora aningaasartiit killisaaner pingaaram iffisagal atigu sipaaritaagu tas oqarput soorunam am nukin allan sipaaritaapu uuriam assigingitsinil ativinissaagatu Semmoinen suraa assarterneri kuaarneri tamak iffisamatiiffiisaarni tamak kulaananaan tanaa Siornatiu uuriam ativigallaqassi maanakkili nukissiorfim sarfam uuriam eqqarsaassanaan qanammisigisiman tis ittaallaqa orsorsuinatalu sarfaqaanernikuut ukimat ulman tikilliimma tutuingliitermissaanaatippo tattorakkun maafiortun 14-15 tuingliitertipparala ittaallaqa нигаастумаату киассарнэрмуллу иллумарли тан ангулуки сарфа атерпарпу кинаалу ангуп нукинга аторлугу иннааллигиссиорфик qinguani siorna aprилип toрлуани атоққарфиссиорнеқарпоқ qamung isilaasuugut takilarniassuar тассиорну кинаавап укинаавиллу атерпарпу киассарнэрмуллу масак сиорн имикиннарми масак имеқарнериам исималлуарнернеригу сиорн орнималеқалуар тассиорн оё аалаавиатикингаяавиккалуарами упарнарнаат киссатсинаан qaffaqqikkam im Bátsferð Breiðafjörðinn lætur engan ósnortinn, nándin við náttúruna, fuglalífið og fegurðin í eyjunum. Við skelltum okkur í ferð með Kristjáni Lár, skipstjóra á Pæjunni. Hefur alla tíð, hunds- og kattatíð, verið á sjó eða? Er það þinn bakgrunnur? Já, ég myndi segja það. Ég er búinn að vera á sjó og finnst það mjög skemmtilegt. Var komin á svona lítinn bát þegar ég var ekki orðinn nógu gamall held ég og farin að sigla hérna þannig að já, ég myndi segja það. En hefurðu verið á svona veiðum á sjó eða er þetta bara sport? Já, líka. Já. Já, búinn að vera á línu og aðeins á togurum og skaggi og svona. En hvað er það sem er svona skemmtilegt við siglingarnar? Er eitthvað á hverju þetta sigla fyrir sjálfa þig, sko? Ef við undanskiljum túrista braskið að þig? Ég veit það ekki. Það er bara náttúran og nálægðin við náttúruna og ég veit það ekki. Sjórinn bara heillar, sjórinn heillar. Þannig að það sé ekki það, alin upp við hann. Ég bjó fyrstu 15 árin bara nánast niður á bryggju. Húsið hennar mömmu var bara nánast við bryggjuna, sko, hliðina á flugstöðhúsinu og hérna er ég bara búinn að vera. Já. Þið eru líka með aðgengi hérna í einhverjar eyjar, eða ekki? Þú og konaðinn og... Jú, við höfum aðgengi í nokkrar eyjar. Bæði hérna vestur frá og norður frá og svo austur frá. Þannig að það er nóg af að taka í því og dúntekja og svoleiðis. Skemmtilegt.
þannig að þetta er eiginlega nauðsynlegt að eiga bát eins og fyrir ykkar fjölskyldu að geta skotist. Já, ég myndi segja það. Það er allavega mjög þægilegt. Þú byrjaði bara í vor, eða ekki? Jú, ég er búinn að eiga álíka bát og þennan síðan 2007. Ég hef stundum verið að sigla með fólk. Augnum, já. Þau ætla að setja þessa spólu í sjónvarpstækið. Nú erum við að taka viðtal og svo verður það sýnt í sjónvarpinu. Hún hefur haldið að hún ætti að horfa á sjónvarpið. Ekki, djöfis og vonbrigði. Já, þetta er vonbrigði. Leiðindatúr. Ég skil hana vel. Hún kom hérna til þess að fara í sjónvarpið. Já, búin að eiga svona bát síðan 2007, svona svipaðan og hef svo sem alveg verið að fara með fólk. Og það, ég meina, fólk sem hefur ekki tengslinga eða tækifæri til þess að skoða þetta og vill skoða þetta, hefur samband og ég hef verið að fara með fólk. Loksins fékk ég leyfi til þess. Þá fer maður á fullt og auglýsir og hérna. Er þetta mest erlendi ferðamenn eða Íslendingar sem eru að koma? Já, herðu. Þeir eru líka forvitnir. Hvað er í gangi hérna? Enn sem komið þá hugsa ég að skiptingin sé svona til helminga. Ég náttúrulega bara auglýstur á Facebook og útlendingarnir sem koma eru þeir sem koma kannski frá veitingastöðunum eða eitthvað svoleiðis. En ég bara auglýstur á Facebook og ég á eiginlega bara held í Íslendinga sem fylgjendur sko, ennþá. Svo þetta bara held í spurning og í mínum höndum hvað ég vill gera þetta stórt. Já. Er þetta aðalatriðina þér núna? Nei. Í dag er ég að vinna sem pípari. Já. Og stekki þetta þegar síminn hringir. Er gaman að upplifa þetta í gegnum ferðamenn? Já. Upplifir þú sjóinn og eyjarnar öðruvísi? Fuglalífið og eitthvað? Þetta kannski orðið svona pínu daglegt brauð hjá mér. Hefur verið í gegnum tíðina en það er rosa gaman að sjá hvað fólki finnst. Og líka bara Íslendingar og já. Já, það er næstu í stíu. Heyrðu, ég var einmitt að hugsa þetta líka. Það er svona næstu í stíu upp í klettinum. Það er mjög gaman að sjá hvernig fólk upplifir þetta og bara, ég er svo glaður, ég er búinn að fara með svolítið ungum Íslendingum bara. Þeir eru alveg þyrstir í að vita meira og vilja sjá meira. Ég er alltaf pínu stressaður ef ég er að fara með Íslendinga því að ég held að það sé svo erfitt að sýna þeim eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt og flott. Það er bara mjög auðvelt hérna og það er alltaf eitthvað vá, sko. Heyrðu, þarna er lundi, sé ég. Já. Er þetta ekki mitt eitt af svæðunum sem hægt er að sjá lunda á Vesturlandi? Já. Hér er þess að lundi hérna í brekkunum, sko, að fara á stað. Já, hann er að fara á stað hérna. Og fólk einmitt rosalega margir vilja sjá lunda. Já, sérstaklega erlendu, eða ekki? Já. Ég hef alveg fengið tár, sko, Nú? til að sjá lunda. Já, án gríns. Það er úti, já, ég veit. Finnst ykkur skemmtilegt að sigla, stelpur? Já. Ætlar þú að sigla eitthvað tímann með svona ferðamenn og sýna þeim staðina? Alein að sigla? Ég líka. Já. Asianni avannaani talittarfissuup ungutaattungaani ippor sisakteknik aissi avannaata kitaani amuttivittut pingaarnersaalluni amuttiviup oqaluttuassartaa kiumut 1947 aallartippoq taamanikkut sulifeqarfittut piuyuartussatut pilersinneqarsimalluni angallateeqqat angallatillu annerit najukkami qanittorisamiittullu suliarineqartarlutik nutarterneqarlutik аллатуллуунниит сутиассартааник сутиаринниттарниккут уллумиккут амутсивик ниоқутиссиорнерми нутаалиасутут ингерлапоқ сутиатут ингерлатииннарнеқарлутик имарсиорнермут тунгасут ангаллатит тунгавиисигут аллангортингиккалуарлугит нутартеринеқ сутиассаник исумагинниннеқ ааққиссууссеққиннериллу сутиатут пингаарнеруллутик уллумиккут амутсивик 15-нит миссаани сулисоқарпоқ илинниартут илангуллугит Sisakteknik kalaallit nuani amutsiviit annerit suliassat assingingitsut pingasut suliarisarpagut tassa qisuderineq glasfiberrilerineq sauminiterinerlu. Glasfiber og stål. Vi servicerer alle slags fartøjer. Angallatit assingingitsut suliarisarpagut aamma angallatinik nutaaliorneq ingirlattarlutigu. Ny bygning af fartøjer også. Tamani suliakkissutit assingingittuangallatit angallatiamoqqasut apequtausuut suliassaanersut ajoqusert
toqarsimappat ajoqqutai piarlungi nutaani tarsersorlugu Tamanidu amuttivimmi umiarsuit umiatsiat suliarineqarsimasut ukiut marlukkaarlugit misissorneqartarput huisuunertoqassappat tassaa amusoq uttortaqqissaarneartarpuu kiumarlukkaarlugi taakku tamas suliaserpuu. Inden for et trækutter, der kan vi så foretage reparation. Angallatit qisunniksanaat ajoqusерsimasut suliarisarpagut soorunalimi aamma klassfiipait savimangillu klassfiipailenermilu angallatit allitersinnaavagut soorunalimi suliaruissuusinnaavoq savimilerinermilu motorilermilu suliaqartarpagut milluaasut generaatorillu taarsersorlugit sunaasinnaavoqluunnit aqqissungassaq angallattamaat eqqarsaatingalugu Vi kan servicere motor og skifte pumper og generator, altså hvad nu det er, altså både el og maskineri ombord på et skib, det kan vi servicere og skifte. Stegård Andersson Islannimi Hafnarfjordoorimersoq ukiut ortatravit missaat kadaallit nunaanni neuaqarsimasoq maanna Aasiat amuttivianni klassfiiparilerisutut suliva. Umannami attaat aallartippunga 1990-simi taava ukiut qulittaakaniippunga maangalu nuulluga kadaallit nunaannitu neuaqarnini iluarisimaaqqa Tamaniinginnarninnut inuit pisooqataapput uippakajaartoqarani uannut nammangisimaarinninnarpoq Tamanitu assigingitsunik suliaqartarpoq klassfiipait suliarisarpakka sanaartungassalluunniit suulluunniimmi klassfiiparimillu suliaqassagaanni Ja, det er den der være grundig med qapiarluarnissaa pingaarutaarpoq kialaartumiissallunilu tuaviuunneqaranilu Ja, man skal ikke skynde sig for meget. Amuttivik 1947 atuleqqaarmallit tamaani umiarsuit naqqanik sanaartorneqartarsimapput angallateeqaq qisummik sanaaq maani aasianni sananeqarsimasoq amuttiviup illutaata silatinguaniippoq Værftet var altså fra begyndelsen Amuttivik aallarteqqaarami angallatinik qisunnik nutaarluinnarnik sanaartorfiuvoq qamaniipporlu angallat qisummik sanaaq maani sananeqarsimasut ilagaat De første trækutter formentlig det bliver bygget her på værftet. Ajoratuartumilli angallatit tamaani qaqiqqasut iluini puyortartoqarsimaneratigut unnuami angallatit marluk ikuallammata angallateera tamaani sanaaq ikuallattoqarmat ikuallaqataasimavoq Hvor de så bliver renoveret her med qalipallungulu kusassarlugulu pisussaagaluaratsigu qamanilu silatitsinni takusassiaasussaaгаluarlutigu herude til udstillingen som pynt på værftet. Kingornatu suliarineqassappat eriagisassatut takusassiarineqassalluni. Det er et sted, hvor man forbinder Bifiuoq atassutеqaataasoq aasiaat amuttivillu aasiaallu tassa aasiannut atalluinnarpoq tamaaniittunullu isumateruissuulluni for alle. Við kveðum ykkur hérna frá Sauðárkróki og vonum að þið hafið það sem allra best. Verið sæl.